smá kaffi. Já, það leist mjög vel á. Smá hressingu. Já. Hérna, segðu mér eitt, ertu trúaður? Já, ég veit það nú ekki, ég veit það ekki. Það er okkur. Trúuð kona sem ég þekki, hana dreymdi að Guð kom til hennar, hún var ólétt, og sagði henni að hún ætti von á dreng. Og svo fæddist stúlka. Þannig að hún skýrði hana Guðlaug. Já, Guðlaug, það er eðlilegt. Ég skil það. Ég lenti líka í þessum daginn, þá komið tími hérna tveir svona vottar Jehóva, svona vottar. Já. Og hérna, það var þannig að hérna, annar spurði mig hvort ég hefði fundið Jesú. Ha? Já, fundið Jesú? Fundið Jesú. Maður er ekki lekt inn í málunum lengur. Ég hef ekki hugmynd að vera týndur. Ekki hugmynd. Nei. Já, hérna. Herðu. Já. Herðu, en svo ég fór nú við hjónakotin fórum á húsið daginn. Já, fengum okkur svona eins og gengur, svona nokkra kalda. Ég kem náttúrulega heim, fengum okkur einhverja, ég fekk mig kannski svona, 5-6, mestalegi 10 öllarar sko, þannig að þetta keyrði ég bara heim. Já, keyrðirðu heim? Já, auðvitað. Maður fann nú ekki á sér eftir þetta sko. Nei. Herðu, heldur ég hef ekki verið stoppaður af lögregluþjóni? Býttu. Já. Og hvað sögðu? Hvað sagði hann? Hann spurði hvað hann var að koma og hérna, sagði hérna, aksturinn hefði verið eitthvað skrykkjóttur. Nú? Já. Var það ekki allt í lagi? Já, ég veit ekki. Ég sá alltaf bara svo satt var að við höfum verið að koma á húsinu og ég fengið mér, mestalegi 2-3 bjóra en fyndi ekkert á mér. Hvaða smáma sem þetta var eiginlega? Já, hvað sagði hann við því? Herðu, hann spurði hvort þið geti ekki verið eitthvað aðeins fleiri. Hvaða smámuna sem þetta eiginlega, spurði ég kallinn, sko. Já. Og hvað var það hjá þeim? Herðu, þá fór eitthvað hérna, hann vildi endilega meina að hlýta hafi verið eitthvað fleiri, því að hérna, svo rétt áður hann stoppaði mig þá hefði kona mín víst dottið út úr bílnum hjá mér, sko. Já, það var nú eitthvað þannig, sko. Já. En ég meina, hvernig reddaðir þú þér út úr því? Út úr því? Ég spurði það bara við hann á móti, sko. Já, hann hlaut að vera. Ég heldur að það er mist málið þessi elska. Já. Hún er nú ekki vön að þegja mikið. Ó, nei. En talandi hávært fólk. Nágrannakona mín, hún öskrar svo oft svo hátt á krakkana sína. Og í gærkvöldi þegar hún var að segja að fara í rúmið, þá bara þorði ég ekki annað en að fara að tampast á mig og fara upp í rúm. Já, hvað er þetta að segja? Það er nú svakalegt að hafa svona nágranna. Já. En veistu í hverju ég lenti nú líka í nóttgóðum mín? Nei. Það var alveg svakalegt. Heldur að nágranna minn hafi ekki bankað upp á mér klukkan 2:30 nóttina. Segið það og skrifa það. 2:30. Hvað, var hann fullur? Fullur? Hann hefur betur verið það helviskur. Ég átti ekki orð. En býttu, akkur var hann að vekja og banka í miðja nótt? Já, hann var nú bara heppinn, skal ég segja þér. Hann var heppinn. Ef ég hefði ekki verið vakandi, glaðavakandi búin að vera æfa mig á trommurnar, þá hefði ég orðið brjálaður. Alveg trylltur. Já, ég skil það. Skotast alveg ólíkindum. En talandi fólk sem kann sig ekki. Nú? Ég fór í messu í gær og veistu, ég er bara ekki búin að jafna mig ennþá. Hvað gerðist? Veistu, konan sem satt við hliðina á mér, hún bara kveikti sér allt í einu sígarett í miðri messu. Og hvað gerðir þú? Ég meina, ég gat svo sem ekkert gert, en mér brá svo mikið að ég misti bjórinn minn. Skotir að heyra þetta, það var hrikalegt, sko. Herðu, ég vil nú segja þér eitt, sko. Já, ég er heppinn. Ég er með þennan líka frábæra heimilislækni. Já, og hver er það? Það er Örn. Algjör snillingur. Herðu, hann tók mig að septembrúnum daginn og sagði mér að hætta að gúfa þetta í mig og fá mig bara einn einfaldan áður en ég færi upp í. Já, auðvitað. Og hvernig gengur það? Svona líka svínvirkar í gærkvöldi fóru 7 sinnum upp í. Já.
Almennilegt. Já. Veistu, eftir vinnu í gær, þá fóru ég og maðurinn minn í Bónus að versla, sem nú svo sem við gerum stundum. Nema allt í einu inn í miðri búð þá segir hann við mig, sko, þú ert nú bara það latasta kvikindi sem að ég þekki. Býtu, akkur sagði það? Þú veist, ég veit það ekki. En mér bara brá svo svakalega mikið að ég var næstu því bara dottin út úr innkaupakerfinu. Ég get svo að þú hefur getað stórslasast. Já. En ég hef aldrei skilið af hverju sumt fólk hatar letingja. Aldrei skilið það. Nei, einmitt. Þú veist, letingjar, veitu, hvað hafa þeir gert? Nákvæmlega. Hvernig er hægt að hata þá? Nákvæmlega. Með ólíkindum. Ekki neitt. En veistu, annars finnst mér eiginlega ekkert gaman að versla lengur. Ég manstu þegar maður gat farið í búðina bara með 500 kall og maður gat keypt 2 brauð og 2 mjólk og fullt af snakki og gosi og svo bara slatta nammi og keksi og þú veist, þetta getur maður ekki í dag. Ó nei, þetta sko ekki hægt lengur. Það eru helvítis eftirlitsmyndavélar. Skotið sig. Já, það best að halda áfram. Já, þetta gerist ekki sjálft. Nei.